Eldur í æðum, það bara meira þætti sem að tala út í loftið. En, þú veist, real shit, real talk. Og basically verður þetta bara 5 þættir þar sem ég fara við eitt málefni, viðfangsefni sem basically við þurfum sem menn að bara hætta með. Og þá meina ég alveg. En þá koma alveg tímar sem að kemur kannski aftur upp, en þá meina ég samt að hætta þessu. En í þessu þætti ætla ég að tala fara í fíluköst. Það mjög algengt að menn fara í fíluköst. Byrjum allan á að tala það að börn fara í fílu og ástæðan okkur að fara í fílu þau fá ekki það sem vilja og þau bara ekki nógu þroskuð og komin á þann stað að geta tjá sig með tilfinningar. Og ef fullorðinn maður fer í fíluköst eða fer í fílu til þess að fá ákveðin viðbrögð frá öðru fólki eða til að stjórna öðru fólki þá er rosalega barnaleg hegðun. Og þegar ég segi menn sem eru þannig þá hef ég einhvern tímann verið þannig. En ég uppgötaði þetta mjög snemma en ég var ekki lengi í þessum geira sko. Og meiningin er basically að hætta fara í fíluköst, fara í fílu, fara í silent treatment til að fá athygli eða reyna að stjórna einhver fólki í kringu sig. Að fá einhver svona reaction frá þeim. Ég ætla að taka núna eitt dæmi sem að sjá þetta mjög augljóst. Í Game of Thrones hafa karakter Joffrey sem var strákur sem var kongur. Hann er í hlutverki sem er að vera kongur og vera með mikla stöðu og power og allt svoleiðis. Hann var mjög hataður í þáttunum og ástæðan okkur það getur verið, hann var með valdi sem kongur var með, fullorðinn maður, en hann hagaði sér á mjög barnalegan máta og alltaf hann vildi eitthvað eða fekk ekki það sem hann vildi, fór í fílu og svona fílu með að vera svona reiður og svona reiðisköst. Eitt að vera reiður og eitt að færa svona reiðisköst og svona tilfinningaköst. Hann hafði ekki stjórn á þessu, hann bara þurft að segja og svo var hann alltaf svoleiðis. Hann bara þurft að fara í eitthvað svona reiðisköst. Og svo horfum við á til dæmis Gladiator. Þar er hann mjög svona likeable. Af því að hann fer ekki í svona reiðisköst eða svona tilfinningalega köst yfir hlutunum. Og getur við ímyndaðir að við myndum skipta karakterunum. Hvað myndum bara breyta öllu dynamikinu á myndunum 2, skilur. Ef þú pælir í það bara við sjálfir erum að fara í svona köst eða fíluköst eða silent treatment og gera þetta. Það er basically alveg eins og Joffrey í Game of Thrones. Ég ætla að koma með eitt dæmi hérna og ég er búinn að nefna þetta. Ég held að í þætti númer 2 fer ég líka yfir hvernig þetta losa sig við svona hluti. Það er maður sem var að vinna með sem fór í fílu, ég held í mánuði eða 2 mánuði. Hann var í heila mánuði og það bitnaði bara á honum. Hann getur ímyndað aðstöðuna að hann kemur alltaf heim úr vinnunni og hitta konuna og eitthvað svoleiðis. Og það er mjög algengt að menn fara í fílu eða þeir líða eins og einhver ber ekki virðingu til þeirra eða einhver lætur þá líða illa óþægilega, þá fara þeir svona í fílu. Oft er að gera svona silent treatment eitthvað svona hunsa af því að þeir eru að reyna að sýna særða og eitthvað svoleiðis. Þeir bara ná ekki að díla við þetta. Og hvað er þá svona þroskaða leiðin til þess að akta í þessu? Að það er að vera yfirvegaður og það er að ekki fara í fílu. Og við þurfum bara að hætta þessu. Og ég skal koma með dæmi til dæmis með félagið minn. Hann rekur eina fyrirtæki og það var einn starfsmaður sem var hjá honum og ósáttur og mjög reiður og tók svona tilfinningalegt kast að hann var reiður og fílu og öskrandi og æpandi og eitthvað svoleiðis. Hann bara stóð fyrir framan hann, horfði á hann, leyfði honum að klára, hann var ekki að grípa fram í neitt eða vera reiður eða fúllega sár, leyfði honum að klára þegar hann var búinn að því að vera með þessu köst. Þá sagði hann mjög rólega, mjög casual, ég heyri að þú ert mjög reiður og pirraður, en ég get bara ekki tekið mark á þér þegar þú tekur svona frekjukast eins og lítill krakki. Tölum bara saman eins og menn eða þá þau eru búin að slaka á og þá bara tölum við hlutina og finnum ykkur lausn við því. Í þessum aðstæðum þá hefði félagið minn geta verið grípa fram í fyrir honum. Hann með þessi eigandan á fyrirtækinu. Hann hefði getað upplifað eins og gæðin var ekki sína honum virðingu og láta hann líta rosalega illa út fyrir framan alltaf heina eins og öskra á hann. Hefði getað tekið svona kast á móti, verið reiður á móti eða öskrað eða sagt honum bara, herru, ég er yfirmaður og þú bara hlustar á mig. Eða eins og Joffrey, I am the king. Skilur, hann hefði getað sagt það. Ég á þetta fyrirtæki, þú hlustar á mig og rosa reiðurköst. En hann gerði það ekki, hann bara leiði hann að klára og svo bara sagði hann bara, við skulum bara tala þetta, þú ert búin að ná þig niður. Eins og maður myndi við gera það krakka. Svo get ég komið annað dæmi eins og ég lendi daginn að ég er að opna með henni og eina stelpu og ég er eitthvað að segja henni einhver hluti og hún sem sagt hringfólur augunum fyrir fram að mig. Ég var ekki búin að klára að segja allt sem ég ætla að segja. Staðan fyrir að ég myndi fara í einhver fílu og vera eitthvað svona fara með hana silent treatment og býða hann, hún myndi spyrja hvað er að og ég bara ekkert og svo myndi ég segja, skilur, verið reiður og fúll, þá stoppaði henni bara og ég sagði bara, veist það, ég fíla ekki þegar þú hringkóla augunum henni fyrir fram að mig á hún og veist alla upplýsingunar og ég sagði það bara, ég var ekki reiður, ég var ekki fúll, ég var svona býna ákveðin, skilur og það var til þess, hún sýndi mér miklu meira virðingu og miklu meira skilning
En ef ég hefði verið reiður eða fúll eða farið fílukast eða silent treatment, þá hefði hún bara, wow, hvað þessi gæi barnalegur maður. Þá myndi hún ekkert virða það sem ég var að segja við hana. Og oft þetta þegar menn fara í fílu eða fíluköst eða eitthvað svoleiðis, þeir eru að gera þetta til þess að fá reaction frá manneskjunni eða reyna að stjórna manneskjunni eða reyna að fá athygli frá manneskjunni. Og þetta er rosalega óheilbrigð leið til þess að gera. Og þeir eru að gera þetta þegar þeir eru bara að reakta tilfinningalega strax við aðstæðum. Kom alveg moment að ég hefði getað að fara í fílu eða reiður eða fúll, skilur, en ég bara sýni það ekki. Ég fer freka síðan inn í hugan og hugsa málið og sjá og skoða hvað þau skeið og hvað við erum að tala um og hvað er þetta rétt. Og oft verður maður kannski reiður eða fúll tilfinningalega, en það var kannski ekki rétt í aðstæðunum. Kannski miskildi maður eitthvað, en manneski var að meina eitthvað annað. Til dæmis daginn með félagið minn, sko, og við vorum eitthvað að tala um eitthvað hvernig átt að gera eitthvað hlut, smíða eitthvað hlut, og svo verður hann með svona smá svona yfirgang og svona fer svona svolítið yfir mig, gerir mig alveg fáránlega reiðan og það er fullt af fólki, og það er fólki í kringum okkur. En ég hélt bara áfram að vinna og svo bara alltaf sá hann bara shit, ég var brjálæðislega reiður, en ég var ekkert að sýna, hann bara þekki mig og sá það. Þannig að hættan og svo þegar fólki var farið, þá fórum við að tala um þetta. Hann baði mig afsökunar þegar hann vissi ekki að hann væri að gera mig reiðan. Ég tók þessu svona illa. Og svo náttúrulega ég bara afsökunar bara því, þú veist, svo hún líður vel, sko. Nei, hann situr henni hliðan á mér, sko. Þannig að, en náttúrulega ég baði hann líka afsökunar að taka þessu svona illa og vitlaust, skilur. Í flestum svona aðstæðum verður fólk reitt og verður strax að rífast. En hann var bara pjóra miskilningur milli mín og hann þegar við vorum að tala um hvernig átt að gera hlutina. Ég hafði bara rétt fyrir hún og þú var rétt fyrir henni. Það var reyndar öfugt, sko. Var aldrei að rífast manni með mækin. Og svo kom það í ljós og við höfum báðið vitlaust fyrir okkur. En segjum að þú lendir í aðstæðum að sem þú ert fúll, þú ert sár og þú ert í fílu. Það er tvennt í stöðinni. Það er annarkvort að ræða við manneskjuna þó þú vilt það ekki, bara finna lausn. Eða þá þú segir bara við manneskjuna, veist að mér langar að ræða þetta, en í augnablikinu þá vil ég ekki ræða þetta núna. Tölum þetta seinna. En ef þú myndir síðan bara fara að hunsa hann og ekki segja neitt og bara labba í burtu, það er barnalega hegðun. Þannig að hún myndi frekar að segja, herru, tölum þetta seinna. Það kemur alltaf best út þegar hún er bara að tala um hlutina, þú ert ósáttur eða fílu eða eitthvað, færði ekki að svo vill, að bara ræða og tala um það og finna lausn. En það gengur bara upp ef hinn manneskjan er þannig líka, sko. Af því að ef hinn manneskjan er algjör fílupúki og með frekjuköst, þá er bara ekkert hægt að eiga við þessa menn. Og hvað munum við geina frá þessu? Að það er rosalega miskilningur, ok, ekki miskilningur, það er alveg rétt að þitt value er þegar þú ert búin að ná peningum og góðu formi og búin að ná langt í lífinu og ert rosalega hæfur og búin að hækka stöðuna þína, fattaru? En ef þú ert ekki með korið, hver ert sem manneskja og þess að svona social status og þetta innið, þá mun fólk alltaf sjá svona gegnum grímuna, gegnum allt sem þú ert með. Menn halda að það sé bara, veist, peningar, stelpur, bíl, stórt hús. En ég hef alveg séð menn sem með þetta allt, en samt ber fólk ekki virðingu fyrir þeim. Samt nennir fólk ekki hlusta á þetta. Og samt vil fólk ekki umgangast þessa menn. Bara fólki sem er að reyna að geina að fá peninga frá þessu mönnum. En þegar þú nær tökum á þessu litlu hlutum, fólk mun byrja virðingu. Þú ert með miklu betra svona charisma. Fólk vil vera kringu því. Fólk bara hefur ánægjuna að þinni nærveru. Fólk mun hlusta á því. Þú fær miklu meiri tækifæri, fólk vil vinna með þér og allt svoleiðis. Og lífið verður miklu betra, verður miklu stöðara. Svo að lokum þá þurfum við bara að hætta þessu. Endilega, ég er ekkert að svona segja að taka smá part alltaf að fara í fílu við þennan eða að vera með eitthvað svona frekjuköst við þennan. Nei, ég er bara alveg slepp þessu. En það mun koma tímabil þar sem þið kannski eru ykkur aðstæðum og verðið eitthvað reiðir eða fara ykkur fíluköst, missið ykkur eða eitthvað, skilu. Þú veist, þá stoppar bara að segja við fólki. Þú veist, ég var að hafa með svo lítil tík, byrst afsökun á því, kemur ekki fyrir aftur og í öllu líkjötu myndu fá virðingum tilbaka, sko, sem þú mistir hana.